Það oft sagt að í erfiðleikum komi nýjar hugmyndir og það óhætt að segja að það eigi við hjá eigendum Blue Car Rental bílaleigunar í Reykjanesbæ. Veiru árið hefur verið þeim vægast sagt erfitt en í öllum leiðindunum fengu þeir skemmtilega hugmynd. Þeir ætla að gefa bíl. Á ég þennan skilið? Já. Það ekki? Það eiga hann allir skilið. Ég myndi segja eftir þetta blessa ár sem við erum búin að upplifa það eiga allir skilið Duster. Já. Þetta er svona kannski einn þekktasti bílalegu bílgerð á Íslandi. Ég það ekki það. Þetta er hinn dæmigerði bílalegubíl, eða hvað? Við erum tím Duster í Blue allavega. Við erum mögulega stærsti Duster eigendur í heimi, sennilega á Íslandi allavega, og við erum allan daginn tím Duster. Þetta er sko, þessi klikkar ekki. En ég myndi eiginlega ekkert vilja vera í ykkar sporum að vera að reka stóra bílalegu, á þessu ári. Ég öfund ykkur ekki neitt. Er þetta búið að vera, hundleiðilegt árið eða hvað? Ég held að við öfund okkur fæstir. Já. Þetta er búið að vera alveg hundleiðilegt, já. Það er ekkert eitthvað að tipla tónum í kringu það, sko. Nei. Og þú veist, maður er bara að byggja einhver í 10 ár, stækka og stækka, hlúa fjárfestingunum sínum og bara, já, vera bara, að taka raun og veru uppbygginguna í ferðaþjónustu í Íslandi og svo allt í einu finnum maður sér í þessum sporum og það er bara hundleiðilegt og kræfandi og maður er að taka ákvarðanir sem maður hafði ekki ímyndað sér maður var að fara að gera í janúar eða febrúar. Við tökum stóra fund hérna framkvæmdastjórnin snemma á þessu árið þar sem maður er að leggja tóninn fyrir árið og það minnisblað hefur verið ekki verið opnum síðan held ég bara sko. Þannig að þetta var mikil stefnumbreyting og bara búið að vera að það er ekki hundleiðilegt. Já. Fyrirtæki ykkar Blue Car Rental hefur vaxið í raun ótrúlega mikið á áratug cirka. Þannig að þið þekkið ekkert annað en vöxt, þannig að það er svaka skellur að fá svona ár. Já, ég meina maður hélt að Váir hafi verið skellur. Já. En það er ekkert, þú undirbýrð ekkert undir þetta, maður er búinn að ræða frekari skelli eða kemur eldgos eða gerist eitthvað, en það datt engu þetta í hug. Það var ómögulegt að sjá þetta fyrir. Og við, eins og þú segir, við hefum bara þekkt vöxt og jú, Váir var skellur og við hefum tekið svona síðustu 3 ári að finna ákveðið jafnvægi. En ég meina þú ert með heila grein sem er ferðaþjónustan, sem örugglega hundleiðist nánast öllum það eins og staðan er í dag. Og heila grein sem er búið að fjárfesta í fyrir 2 milljón ferðamenn, jafnvel meira, sem allt í einu hverfur, skilur. Þið eru greinilega búin að gera eitthvað, þannig að þið eru núna að skella á svona nokkrum leik, markaðsleik. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Málið er að okkar fyrirtæki náttúrulega bara rekið áfram á jákvæðni og við erum bara í stöðu núna sem við ráðum ekki við og þá þarf maður bara að bregðast við því og í sinni einföldustu mynd þá langar okkur eiginlega bara að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að við bara erum með þetta vörumerki bluebeetle.is og okkur langar að kynna það fyrir Íslendingum, kynna þennan notaða Blue bílalegu til sölu í raun og veru sem okkur finnst að sjálfsögðu frábær vara og er eitthvað betri leið heldur en að gefa eitt stykki bara, eitt stykki bláa Duster. Eigið þið mikið af bílum? Já, við hefum fullt af bílum. Við hefum rúmlega 1500 bílum staðinir í dag. Fyrir allmörgum árum síðan, þá voru margir með svona ákveðna efasemdir þegar þeir voru að kaupa bílalegubíl. En hverju svarar þú því í dag? Er þetta viðhorf enn í dag? Þetta er mjög góð spurning og náttúrulega ákveðnir aðilar sem hafa ekkert verið að gera greinin neitt greiða fyrir ekkert það löngu síðan. En hérna í dag er það náttúrulega bara þannig, þú sérð bara verkstæðið sem við stöndum inn á. Það er engin bílar á Íslandi sem fá betra viðhald heldur en bílaleigubílar hjá betri bílaleigum landsins. Og þær eru því sem betur fer ansi margar og sem blessunarlega eru fáir aðilar sem hafa verið að stytta sér leiðir, en það er bara þannig í öllum greinum. En bílaleigubílar í dag eru bara, þetta er frábær kaup, það er engin bíll sem fær eins umfangsmikið viðhald og í raun og veru einfaldast að orða það þannig að við erum með kröfuharða viðskiptavini sem er að leigja okkur 1000 bíla, 20.000 yfir árið og ég meina viðskiptavinurinn er að fara í ferðalag all landið. Hann er að gista á, segjum, 3 til 10 stöðum, oft mismunandi stöðum, en það er eitt sem hann treystir hvað mest á í ferðalaginu sínu og það er farartækið, að hann komist frá A til B og leið og tapar einhverjum tíma út af farartækinu, það fer í fólk sko. Þú ert í fríi, þú ætlar ekki að standa í því að vera með bilaðan bíl eða einhverju veseni. Þannig að fyrir okkur að huga vel að bílunum okkar
fyrir útleifuna er gífurlega mikilvægt sem leiðir það svo af sér að þegar að bíllinn klárar sinn líftíma hjá okkur þá hann yfirleitt bara ennþá í bara toppstandi. Svo fær hann okkar yfirferð hjá okkur af því að síðan eru aðrir kröfuharðir og viðskiptavinir með væntingar sem taka við honum, Íslendingarnir, og bíllinn þarf auðvitað verið í toppstandi fyrir þá. En ég var alveg til í þennan bíl. Þú ert greinilega búin að leggja smá aukavinnu í hann einkennislitur fyrirtækisins og flotta felgur og dekk og annað. Hvað þarf fólk að gera til þess að eiga möguleika að eignast bílinn? Við byrjum náttúrulega að tala um það. Ég er náttúrulega búin að vera hérna sveittur að gera það. Já, kvöld og nætur alveg fyrir. Nei. Það er mun betri menni að græja þennan heldur en ég. En það er heldur betur búið að leggja blóðsvita tári þennan og þennan ætlum við að gefa. Með bara helviti skemmtilegu leik. Við ætlum að gefa hann til, að finna eitthvað sem á hann skilið, eitthvað sem á hann alveg virkilega skilið. Ég segi eins og ég segi áðan að 2020 eiga allir hann skilið, þannig við þurfum eiginlega bara að finna hann sem á hann mest skilið. Og ætla það verði ekki heljarana verkefni að finna hann einstakling. En það er einhverjum úti sem á hann skilið og við ætlum að gefa hann, en það hefur við ekki beint mikið við hann að gera þessa dagana. Þannig að við, ætlum að slá til. Hvað þarf fólk að gera? Skrá sig og taka þátt í leiknum? Já, það skrá sig bara á bluebeats.is síðan okkar til leiks. Skrá sig í Bluebílaklúbbinn og fylgja okkur á samfélagsmiðlum að sjálfsögðu, það er alltaf lykilatriði. Og bara, segja okkur af hverju þeir eiga að skilja við. En svona aðeins aftur Þorsteinn að rekstrinum, þið, voruð með mikið fólki mest og hvernig hefur staðan verið því? Hafið þið gátuð þið haldið ykkar starfsfólki? Þetta er bara góð spurning. Við vorum mest 100 einu sinni. Vanalega augljóslega eru við flest á sumrin. Þegar þetta skellir á, sem þá í raun og veru þegar að vetrartíminn er að líða undir lok, við erum byrjuð að undirbúa, í raun og veru komin langt í að undirbúa sumarið, hefði verið svona milli 90 og 100, þá vorum við 70 og við erum í dag 43. Já. Já, við erum 43 í dag. Hljómar mikið. Við erum bara ægilega stolt af því. Þú veist, því miður höfum við þetta að segja fólki, ég held að allir skilji það í dag, en einhver sem finnst það leiðilegra heldur en bæði okkur og bara þeir sem þurfa að standa í því. Ég meina, það er ekkert smá mörg fyrirtæki úti sem bara búið að vinna því síðustu ár og allt í einu að sjá sig í þessu sporum, eitthvað sem maður bjóst aldrei við að gera. En það er staðreyndin. En við hins vegar erum mjög stolt að vera ennþá þetta mörg og höldum á mikið af góðu fólki. Það var framlínan svolítið sem að fékk höggið. Þú veist, það er ekki túristi að koma til landsins og ekki verkefni fyrir þá einstaklinga. En þar sem við höfum verkefni þá héldum við fólki og í dag erum við bara í grunninn að fjárfesta í framtíðinni. Og hvað þá, með markaðsvinnu og þurfum við náttúrulega að halda utan bílaflotan sem er stór og allt þetta dæmi? Við eigum náttúrulega eignir fyrir, gífurlegar fjárhæðir og mikið af bílum eins og ég sagði áðan. Þannig að við þurfum að tryggja það að þeir séu bara hreinlega tilbúnir næsta sumar ef maður heldur í vonina að fara allt í gang þá. Og þá mitt af því, framtíðinni. Ég veit að ef þú kíkir í kristalskúluna aðeins, þannig að þú getur allavega verið með einhverja vonir og væntingar hvernig næsta ár verði. Já, kallar það spá eða óskhyggja, það er svona annarkvort eða. Sko, ég er mér finnst mjög gaman að tala um þetta og ég er oft gaman að fylgjast með hvað aðrir er að spá. Og mér finnst oft svolítið svona opinberir aðalar eða bankar eða nú seðlabankastjóri kom nú með áhugaverða spá fyrir ekkert þar löngu síðan. Spáði því að sumarið er ekkert sérlega gott og málið er það, og mér finnst það fólk gott fyrir alla að vita að það hefur engin hugmynd um það. Þetta er bara spá. Og það geta allir spáð því sem þeir vilja, skiljið. En það er ákveðna forsendur framöndan. Ég held að þetta muni koma í ákveðnum skrifum. Við erum strax byrjað að sjá fyrstu skrifin. Þetta títtnefnda bóluefni, að landamæri Bandaríkjanna opni eru mjög mikilvægt af því að mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna af því að þar er helmingur viðskiptavinna okkar að koma í grunninn, hátt í það. Almennt í ferðaþjónustu á Íslandi. Hafið þið verið að fá viðbrögð? Er fólk að panta bíla núna? Svona, hvað ég segja, í ljósi frétta af bóluefni? Það er alltaf einn og einn bjartsýnn, alltaf einn og einn sem er að bóka bíl og það er alltaf einhverjir sem náttúrulega eru bara tilbúnir að ferðast. Það var að gera könnun ekkert fyrir svo lengur síðan, þar sem að til dæmis kom skemmtilegar upplýsingar fram þar sem að fólk segist vera tilbúið að ferðast þrátt fyrir bóluefni en það eru hömlur og sóttkvíareglur og fleira slíkt sem að kemur í veg fyrir að það ferðist.
Þannig að bóluefnið ekkert að fara yfir ykkur endilega töfralausnin. Það það að fólk fái frelsi til þess að ferðast, að mínum mati, að þá byrjar fólk að ferðast. Við fáum kannski ekki sama massan, en það ekki verið að spá því, en að fá hjólinn til að snúast aftur klárlega. Þannig ég hef alveg tilfinningu fyrir því að þetta verði fara að snúast, að augljóslega meira heldur en það í dag og þokkalega vel inn í næsta sumar. Út af bara alls konar jákvæðum áhrifum sem að bara hreinlega fréttir bóluefni hefur og menn eru vongóðir og við erum það líka lítið land að við ættum vonandi geta verið að koma inn á geta tryggt okkar öryggi allavega tiltölulega snemma. En ég sé tækifæri því líka. En ekki svona líkur á því að Ísland gæti orðið vinsælt bara út af, það vítt til veggja á Íslandi og það ætti að vera auðvelt fyrir ferðamenn sem að vilja, ef þeir fara að hugsa sig hvert þeir að fara, þá verði Ísland ofarlega á listanum. Ég heyrði einu svona viðskiptavinn segja hjá okkur að það sem að fílaði mest við Ísland var það einingin hérna. Og þetta var hásumar, þannig að það var nú fullt af fólki hérna sko. Og ég held að það muni koma sterkt með okkur inn í framhaldið. Í raun og veru bara almennt jákvæð umfjöllun Ísland tengt COVID, tengt því að við séum með kraftmikinn kvennaleiðtoga sem gert flotta hluti. Maður varið það mikið í heimsveldunum og síðan bara það í raun og veru hversu opið svæðið hérna og hversu vítt þetta að fara á þess að hita á nokkurn mann. Þannig ég held að þetta bara eins og áður, ég meina ástæðan fyrir Ísland varð vinsælt á sínum tíma, var með þetta og þú veist, það við séum að fá hérna inn 2 milljónir ferðamanna, það ekkert gífurlega mikið. Þetta mjög mikið yfir samtíman, yfir sumarið. En ef þú horfir á til dæmis Norðurlöndin í kringum okkur, það eru 8, 10, 12 milljónir í Skandinavíu, árlega. Og örugglega töluvert fleiri sem sækjast til dæmis inn á lítil svæði eins og ef við tek Kaupmannahöfn sem dæmi og bera saman við Reykjavík. Fólk ekki endilega að fara til Reykjavík, það að koma að skoða Ísland. Og ég held að sá hluti minnum borgarferðir, meir svona explora náttúruna verði jafnvel framhaldið. Þannig að Ísland klárlega og augljóslega mjög ofarlega þar. Ég held að þetta sé flott lokaorð hjá þér, en svo þetta bara spurning, hver eignast bílinn? Hver á hann skilið? Hver á hann skilið?